2, 3, 4, 5 og 6. Já, og stundin þá bara byrjuð. Já, þá það búið, já. Jæja, það nú aldeilis nóg að gera sjá mér núna, Jóra mín, ha? Já. Syngja og baka og gæta barna og... Já, vinnan göfgar manni, Grímur minn. Já. Já, annars held ég að þú hefur nú aldrei ofreynt í að vinna dagana. Nei. Nú. Nei, já. Nú gaman, Grímur minn. Já. Ég baka kökur og margt fleira gott upp í munnin þinn. Já, hérna má ég hjálpa. Ég held nú það. Ef rúsínur, krydd og síróp þú setur á réttan stað. Af hveiti læt ég kíló 2. Kíló 2, já. En glemdu ekki að eggin þau eiga að vera 7. Æ, bull þetta í þér. Þú skalt ekki kenna mér. Bakaðu kex til klukkan 6. Þá átt að hringja. Já, ég er nú búinn að syngja, Jóra mín, ha? Og kannski ekki textið eftir því. Hektor, hvert fer maður þegar maður deyr? Ég hef nú lesið mikið, Lilli minn, og ferðast því meir, en ég á samt erfitt með að svara þessari spurningu. Hefurðu lesið meir en 100 bækur? Þó þú bættir 1 núlli við, þá dygði það ekki til. Ég veit alveg hvert ég ætla þegar ég dey. Nú? Ég ætla til himnaríkis, til Guðs og Jesú. Já, þá væri þú nú í góðum félagskap, Lilli minn. Það vildi víst fleiri fara þangað. En þú, Hektor, segðu mér eitthvað þetta. Þú sem hefur lesið meir en 100 bækur? Ég get sagt ykkur skemmtilega sögu af kerlingunni sem vildi vera viss að Karl hennar kæmist til himnaríkis. En hún treysti því ekki alveg að svo færi og tók því til sinna ráða. Hektor, er það þjóðsaga? Jú, þessi þjóðsaga heitir Sálin hans Jóns míns og hlustu nú vel allsömmul, því þessi saga er afar skemmtileg. Einu sinni bjuggu saman Karl og kerling. Var Karlinn heldur ódæll og illa þokkaður og þar að ekki latur og ónýtur á heimili sínu. Líkaði kerlingu hans það mjög illa og ámælti hún honum oftlega og hvað hann eigi duga til annars en sóa því út hún dragi að. Því sjálf væri hún síúðrandi og hafði alla króka í frammi til þess að afla þessir þurfti og kunni jafnan að koma ár sinni fyrir borð við hvern sem var að eiga. En þóttum kemi eigi vel saman í sumu, unni þó kerling Karli sínu mikið og lét hann ekkert skorta. Fór nú svo fram lengi. En eitt sinn tók Karl sótt og var þungt haldinn. Kerling vakti yfir honum og draga tók af Karli, kemur henni til hugar að eigi muni hann svo vel búinn undir dauða sinn að eigi sé vafamál hvort hann nái inngöngu í himnaríki. Hún hugsar því með sér að það sé ráðlegast hún reynir sjálf að koma sál bónda síns á framfæri. Hún tók þá skjóðu og hélt henni fyrir vitin á Karli og hann gefur upp öndina, fer hún í skjóðuna en kerling bindur þegar fyrir. Síðan fer hún til himna og hefur skjóðuna í svundu sinni. Kemur að hliðum himnaríkis og drepur á dyr. Þá kom Sankti Pétur út og spyr hvað erindi hennar sé. Sælir nú, segi kerling. Ég kom hingað með sálina hans Jóns míns. Þér hafi líklega heyrt hans getið. Ætla ég nú að biðja þér að koma honum hérna inn. Já, segi Pétur. En því verð að það get ég ekki. Reyndar hef ég heyrt getið hann Jón þinn, en aldrei að góðu. Þá mælti kerling. Það hélt ég ekki, Sankti Pétur, að þú væri svona harðbrjóstaður og búin ertu nú að gleyma hvernig fór fyrir þér forðum þegar þú afneitaðir meistara þínum. Pétur fór við það inn og læsti, en kerling stóð stynjandi úti fyrir. En lítil stundir liðin drepur hún aftur á dyrnar. Og þá kemur Sankti Páll út. Hún heilsar honum og spyr hann að heiti og hann segir til sín. Hún biður hana þá fyrir sálina hans Jóns síns, en hann hvaðst eigi vilja vita af henni að segja og hvað Jón hennar engrar náðar verðan. Þá reiddist kerling og mælti, þér má það Páll, ég vænti þú hafi verið verðari fyrir náðina þegar þú forðumarst og ofsækja Guð og góða menn.
Ég held að sé best ég hætti að biðja þig. Páll læsi nú sem skjótast, en Kerling ber í þriðja sína dyrum, kemur María mey út. Sælar verið þér heillin góð, segir Kerling. Ég vona þér lofið honum Jóni mínum inn, þótt hann Pétur og hann Páll vil eigi lofa það. Því miður góðin mín, segir María. Ég þoriði ekki, því hann var þvílíkt ótæti hann Jón þín. Og ég skal ekki lá þér það, segir Kerling. Ég hélt samt þú vissi það að aðrir gæti verið breskir eins og þú. Eða manstu það nú ekki að þú áttir eitt barnið og gast ekki feðra það? María vildi ekki heyra meira, heldur læsti sem skjótast. Í fjórða sinn knýr Kerling á dyrnar. Þá kom út Kristur sjálfur og spyr hvað hún sé að fara. Þá mælti hún auðmjúk. Ég ætlaði að biðja þig, lausnari minn góður, að lofa vesalingssálinni þeirri arna inn fyrir dyrnar. Kristur svaraði, það hann Jón. Nei, kona, hann trúði ekki á mig. Í sama bili hann að láta hurðina aftur, en Kerla var þá eigi sein á sér, heldur snarað hún skjóðunni með sálinni inn hjá honum, svo hún fauk langt inn í himnaríkis höll. En hurðin skall í lás. Létti þá steini af hjarta Kerlingar, Jón var eigi að síður kominn inn í himnaríki. Og fór hún við það glöð heim aftur. Og kunni við eigi meira frá henni að segja, né heldur hvernig sál Jóns reiddi af eftir það. Mamma, pabbi passa gullbrá sína. Já, og mamma baka fyrir gullbrá sína. Já. Þið ágætt saman. Þú hefur bara staðið vel við kokosskreitkata grímið minn. Já. Þetta ágætt hjá þig. Mamma, gemmisleika deginum. Svona bæti gott, passaðu tennurnar. Þú voru að muna að passa tennurnar. Já, svona hérna gullbrá mín, leiðu mér nú að kíkja þessu upp í munnið, má sjá. Má sjá. Já, heyrðu, þetta bara, þú ert með fallega hvíta tennur eins og perlur bara. Já, mamma, sjáðu. Já, það von. Við munum líka alltaf borðóðu tannana. Hver eru boðor tannana, mamma? Já, borðóðu tannana, maður verður að passa busta tennurna vel áður maður fyrir að sofa á kvöldin. Já, og svo líka eftir hverja máltíð, sko. Já. Og líka eftir hvert nammi, pabbi. Já. Og svo má maður ekki borða á milli mála. Og svo má maður hafa 1 sælgætisdag á viku. Já, og við völdum okkur laugardaginn. Já. Mamma, og þá borða pabbi mest. Já. Pabbi, já. Aldrei svo má ekki gleyma tannlækninum. Nei, hann borða nú eiginlega, nei, hérna, já, nú við hérna, sko, já, við gleymum honum, sko, ekki, við förum nú til hans tvisvar á ári með alla krakkana, ha? Pabbi, viltu syngja fyrir mig, pabbi? Veistu það, gullbrá mín, ég held að væri nú skemmtilegra að hlusta á hana Kristínu á, hérna, Ólafsdóttur syngja tennurnar, ha? Já, það líst mér vel á. Já, hlustum á það. Krakkar, ég veit að þið kunnið að syngja viðlagið í Tennurnar mínar, laginu þekki. Er það ekki? Jú. Það skemmist þeir tönn. Passið þið tennurnar ykkar? Já. Er það vitið? Alltaf okkur einasta kvöldi? Já. En hinir réttu pönn sem að busta okkur einasta kvöldi? Fínt, bara hver einasti. Akkur er bust? En ég gata ekki gera þegar mamma og pappa var ekki heima. Já, það er fínt að láta, eða biðja pabba með að hjálpa sér að busta þegar maður er ekki orðin eldri. En svo smátt og smátt þá fer maður að gera það sjálfur, ekki satt? Ég gera það alltaf. Fínt hjá þér. En akkur er það að busta tennurnar? Til hvað gerir maður það? Einmitt. Og það segir einmitt í þessu lagi sem við ætlum að syngja. Orðið margir karjúsar og margir baktusar upp í manni. Úff, ekki vildi ég hafa svoleiðis upp í mér. En þess vegna bustum við einmitt, við skulum syngja núna lagið. Og... Hræddir við tannbursta. Hvað segirðu? Hræddir við tannbursta. Já, ég veit. Og líka eru hræddir við bor. Já, þetta eru kannski ekki vondir kallar, en við viljum bara ekki hafa þá upp í okkur. Af því að þeir eru svo vondir við tennurnar okkur og vondir við okkur. Þeir verða bara að vera einhvers staðar annar staðar. Svo við skulum bara hiklaust reka þá burt með tannburstanum og vatninu. Hvað ætlum við að segja? Ég far bara hann í magan á okkur. Eru þið þar?
En hvað ætlaði þú að segja? Það er sopna. Það er út í sjó. Það er í sælgætunu. Það er í inni. Einmitt. En í þessu lagi sem við ætlum að fara að syngja núna, þá er einmitt talað að maður þurfa að passa tennurnar vel með því að bursta þær og það er líka talað að maður má ekki borða mikið gotterí því að þá kemur svo svakalega mikil sykur upp mann. En það er fínt að borða ávexti og alls konar hollan mat eins og þið vitið. Við vorum að borða það áðan. Hérna á leikskólanum? Já. Hérna á hvernig degin. Já. En nú skulum við syngja. Við eigum að pröfa fyrst viðlagi rólega, svo allir læri það og líka krakkarnir sem að horfa á, svo þau getur sungið með líka. Það skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Þann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt. Fínt hjá ykkur. Nú skulum við byrja og syngja viðlagið aftur dálítið hraðar og svo allt lagið og þið syngið alltaf með mig viðlagið. Það skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Þann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt. Hjá tannlækni ég tafði stund og trúið mér að þar mér ekkert reyndist óttalegt, hann afbragðs góður var. Hann spurði bara, burstarðu tennur þínar? Svo brosti hann glaður þegar hann sá mínar. Það skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Þann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt. Á eftir mat ég alltaf bursta eins og vera ber. Ég skóla munn og skyrpi vask og skoða tennur fer. Í spegli lít ég yfir allt að hreina, já aldrei má ég láta skemmast neina. Það skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Hann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt. Ég ætla að borða ávexti og allskyns hollan mat, og ekki skal ég hreyfa hann þótt horfa á kökufat. Þótt sumir aðrir ekki hugsa sínar, ég ætla að reyna að vernda tennur mínar. Það skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Þann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt. Óskemmt tönn eins og perla eitt hið besta skart, því skal ég halda heiðri í það holla sem margt. Þótt sumir aðrir ekki hugsa sínar, ég ætla að reyna að vernda tennur mínar. Skemmist ei tönn sem skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Hann krakk í sífellu sælgæti vill, sækir heim tannpína nill. Það grátlegt og leitt, það grátlegt og leitt, að geta varla tuggið neitt.
þetta svona opnaði minni þá. Svona voðalegir óvitar getið þið verið. Heyrðuð ekki hvað Kristín var að syngja? Tennurnar? Já, sagðirðu óvitar, Jóra mín? Já, ég sagði það. Já, heyrðu, það ekki mitt nafni og leikritinu sem að Þjóðleikhús að sína? Jú. Má ég fara í leikhús, mamma? Já, það stendur heima, já, auðvitað máttu fara í leikhús. Leikritið heitir Óvitar og er eftir hana Guðrúnu mína Helgadóttur. Ó, heyrðu, mamma. Já. Hver er leikstjórinn? Heyrðu, hún er aldeilis bráðþroska, Jórun, spyr bara leikstjóran, ha? Já. Já, hún á sko eftir að fara á fjalirnar einhvað tíma núna Guðbrá og við sitjum fram í sal og klöppum og... Guðbrá syngur og dansar og leikur. Svona, hvaða draumórar eru þetta? Leikstjórinn heitir auðvitað Brynja Benediktsdóttir. Og nú fáum við að sjá stutt atrið úr sýningu Þjóðleikhússins. Já, og í þessu leikriti það krakkarnir sem að leika fullorðna fólki. Já. Hvað ég hlakka til að sjá það. Já. Þú heldur að sleppi með þetta, ha? Ræður og heldur það! Ég hefði átt að vera horfin áfram. Þú getur ekki endalaust haldið áfram að hverfa. Nei, og nú get ég heldur aldrei aftur falið mig hjá þér. Verðum við samt ekki vinir? Jú, mér langar sko til að sjá pöddurnar sem kom í Austin. Já, myndina, það langaði þinn Dave. Já, kannski verið þá líka búin að fá smásjá. Þó að afiðin sé nú lítið, þá það nú ekki smásjá til að sjá mynda á hann með það. Nei, ég meinti pöddurnar. Já, þær. Af hverju heldur þið látið svona? Hver? Æi, þau þarna inni. Sérstaklega pabbi. Ég veit það ekki. Heyrðu, jú, manstu ekki hvað Dagný sagði? Hún sagði þau væri hérna sko í vandræðum. Já, samt eru þau góð. Men pabbi er stundum góður. En hann er næstum alltaf í vandræðum og þá er hann vondur. Já, maður skástu þegar ég var horfinn. En svo leið og ég hef fundið, þá byrjar hann aftur. Þetta eru það alveg ofsaleg vandræði þegar börn hverfa. Kannski er hann einmitt góður í svona ofsalega miklum vandræðum, heldur það ekki? Jú, það getur vel verið. Kannski er fullorðna fólkið bara alltaf í svona litlum vandræðum og þá er allir vitlausir. En svo þegar það lendir í ofsalegum vandræðum, þá er allir góðir við alla. Ha, Guðmundur? Kannski. Og kannski verður öll þessi vandræði búin þegar við verðum litlir. Kannski ekki, maður veit það aldrei. Kannski koma heldur aldrei neina pöddur í Austin. Þá er æfingunni lokið í dag. Þið megið fara heim þegar þið eru búin að hreinsa framan úr og skipta föt. Æfingunni er lokið í dag og mæting klukkan 10 í fyrramálið.
Tjek, það flott. Þig var að skaltu því ég kemur kleinur í heitan pottu. Ó já, hérna, má ég pröfa?